Í lotu 1 fjallað frumtölur og þetta fyrsta sem maður gerir þar að finna út hvaða tölur eru frumtölur. Þessi mynd í bókinni 8.10 á blaðsíðu 58 og þar sýnt aðferð til þess að finna fyrstu 25 frumtölurnar sem eru lægri en 100. Og það einfaldlega gert með því að við byrjum á því að gera hring utan á fyrstu frumtöluna sem eru 2, eins og sést hér. Síðan krossað yfir allar tölur sem 2 gengur upp í. Nú ég búinn að stróka út allar tölur sem 2 gengur upp í og þar af leiðandi næsta tala fyrir ofan 2 líka frumtala. Þannig ég dreg hring utan á 3, síðan ætla ég að krossa yfir allar tölur sem 3 gengur upp í. Eins og áðan þá ég núna búinn að stróka út allar tölur sem 3 gengur upp í. Þar af leiðandi næsta tala sem ekki búið að krota yfir, sem í þessu tilfelli 5, þá næsta frumtala. Svona getum við haldið áfram koll að kolli þangað til að einu tölurnar sem eftir eru frumtölurnar. Nú ætla ég bara að klára þetta dæmi og sjá hver útkoma verður. Hér ég búinn að finna þessar 25 tölur og það mjög gott að þekkja þær, en í rauninni að þekkja fyrstu 10 frumtölurnar mjög gott. Skulum rifja upp hverjar þær eru. Fyrstu 10 frumtölurnar, skulum skrifa þær hjá okkur: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Þetta eru fyrstu 10 frumtölurnar og ef við þekkjum þær þá erum við í ansi góðum málum fyrir það sem allavega þarf að kunna í þessari lotu, sem frumþáttunin, sem það sem við æfum okkur að gera í þessari lotu. Frumþáttunin, þá erum við loksins komin að því. Hún gengur út á það að við ætlum að finna frumtölur sem ganga upp í ákveðna tölu og finna þá alla frumþætti þessara tölu. Við erum með töluna 42 fyrir framan okkur og ég ætla að byrja á að prófa fyrstu frumtöluna, lægstu frumtöluna sem 2 og hvort að 2 gengur upp í þessu tölu. Þá ætla ég að teikna svona grein hérna út og þetta sléttala, þannig ég í rauninni veit að 2 gengur upp í hana. Og þá bara spurning hversu oft. 42 deilt með 2 gefur okkur útkomuna 21 sem segir okkur þá að 2 sinnum 21 jafnt 42. Þetta frumtala, þannig að ég þarf ekki að gera meira með hana, en 21, nú þetta oddatala, þannig að 2 gengur klárlega ekki upp í hana. Þá ætla ég að prófa næstu frumtölu þar fyrir ofan, sem 3 og 3 gengur upp í 21. En hversu oft? 21 deilt með 3 eru 7. 3 frumtala og af því að ég nýbúinn að læra allar fyrstu frumtölunar, þá veit ég að 7 líka frumtala. Þannig að svarið við spurningunni hver eru frumþættir töluna 42, þá geti ég skrifað 2,3,7 vegna þess að ef ég margfalda saman 2 sinnum 3 sinnum 7, þá fæ ég út 42. Frumþættir töluna 42 eru 237. Æfið ykkur í nokkrum svona dæmum, þá þetta mjög fljótt að koma og sérstaklega ef þið byrjið á að leggja á minnið fyrstu 10 frumtölunar, lægstu 10 frumtölunar. Gangi vel með þetta. Það síðasta sem ég ætla að kíkja á með frumtölunar, það eitt af því sem við þurfum að gera í lotunni að teikna eða búa til mengjamynd sem sýnir frumþætti 2 talna til dæmis og hvernig samspilið þeirra á milli. Ég búinn að frumþátta tölunar 28 og 46. Frumþættir tölunar 28 eru 2, 2 og 7. Frumþættir tölunar 46 eru 2 og 23. Ok. Afsakið þennan háa hérna í 10. bekkingunum. Það sem ég ætla að gera að teikna þessa frumþætti inn í þessa mengjamynd. Til þess að gera það,
þá ætla ég að byrja á því að skoða hvaða þættir eru eins í þessum tveimur tölum. Og ég sé það í fljótu bragði að hérna eru 2 og hérna eru 2. Þetta er sama talan. Það þýðir að inn í sniðmengið, sem er þetta svæði hérna sem er mengin skarast, þar ætla ég að skrifa það sem er sameiginlegt. Og það er 2 í báðum, þannig að 2 lendir inn í sniðmenginu. Þá er spurningin, hvað kemur í hitt? Ég er búinn að nota þessa 2 og ég er búinn að nota þessa 2 hérna. Þá er eftir 2 hérna og 7 og 23 hér. Það er ekki flóknar en það að ég ætla að skrifa núna 2 og 7 hérna. Og hérna ætla ég að skrifa 23. Þetta eru sem sagt, hér eru sem sagt frumþættir tölunar 28 og hérna eru frumþættir tölunar 46. Það sem þetta segir okkur er í rauninni að þessi tala hérna í miðjunni, ef það væri fleiri tölur hérna inni, að þá getum við margfaldað þær saman og fundið þannig stærstu töluna sem að gengur bæði upp í 28 og 46. En af því að það er bara 2 hérna inni, þá er það á hreinu að 2 er stærsta talan sem gengur upp í 46 og upp í 28. Annað sem að þetta mengi segir okkur, að ef við margfaldum saman alla þættina, 2 sinnum 7 sinnum 2 sinnum 23, þá fáum við út